Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Við erum á leikskólanum Pálmholti á Akureyri. Það dagur stærðfræðinnar á Pálmholti en leikskólinn tekur þátt í þróunarverkefni í stærðfræði sem hófst síðasta vetur. Að ræða þróunarverkefni sem unnið í samstarfi við útgefendur skimunartækisins Mio. Markmiðið hjá Mio-hópnum að koma á markaðinn skimunartæki fyrir stærðfræði til að finna sem allra fyrst þau börn sem þarf að hlúa að varðandi rökhugsun og talnaskilning. Þetta ákveðið svona tæki sem við leikskólakennarar höfum til þess að skima þá börnin og við vorum svo heppnar að fá tækifæri til þess að fara í þetta þróunarverkefni með 3 snillingum sem voru að þýða þetta úr norsku og þær eru stærðfræði CNI og ein þeirra vinnur í miðstöð skólaþróunar, heitir Þórósa Geirsdóttir og sérfræðingur þar og svo Dórótea Reymarsdóttir, hún kennsluráðgjafi í Dalvíkurbyggð og svo Jóhanna Skaftadóttir, hún grunnskólakennari í Dalvíkurbyggð líka og þær hafa mikið áhuga á stærðfræði og fengu okkur til þessu sitt af því að þær vildu þýða þennan matslista og þá vantaði þetta íslenskan raunveruleika inn í þannig að við fórum í það að leggja þetta fyrir hjá okkur og kennararnir okkar komu með athugasemdir og við til dæmis ákváðum það eftir þessa keyrslu síðasta vetur að börnin eru prófuð 3,5, 4,5 og 5,5 og svo á hvert barn svona ákveðna skífu, ákveðið matsblað sem við getum svo allt fyllt inn í eftir aldri. Þannig að þetta í rauninni til þess að kveikja svolítið á okkur því að við erum í stærðfræði allan daginn og stærðfræði er miklu meira heldur en að leggja saman og draga frá eða deila. Bara stærðfræði í öllu. Hvert markmið þessa verkefnis? Markmiðið náttúrulega sjálfs þetta að við getum þá líka fundið þau börn sem að þurfa þá kannski aðeins meiri örvun í stærðfræðinni því að samkvæmt norsku rannsóknunum sem hafa verið gerðar þá munur á þeim börnum sem hafa verið að fara í gegnum þennan matslista og þá geta tekið og séð snemma og gripið inn í og örva þau aðeins því að börn eru náttúrulega svo klár og þau læra 1-10 þannig að þá hefur það skilað því að þau standa sig betur og það þetta okkar von að það verði þannig og af því að við erum auðvitað að beina sjónum okkar að þessu því allt sem við veitum athygli það vex og nú erum við náttúrulega að hugsa stærðfræðina svolítið mikið og í svo víðum skilningi að þá auðvitað erum við líka að grípa þau ef við sjáum að það vantar eitthvað upp á hjá þeim. Þá áttu að finna 10. Þú ert með 6 gula og ert að bæta við bláum þannig að þú komist upp í 10. Vel gert. Og hvað var þetta margir sem bætti því? 4. Þannig að 6 + 4 eru jafnt og 10. Já. Hvernig hefur starfsfólkinu gengið að vinna eftir þessu kefli? Mjög vel. Í sjálfu sér hefur þetta gengið alveg gríðarlega vel og þetta hefur verið mjög skemmtilegt og það sem ágóðum fyrir okkur hefur verið að við höfum fengið það var inn í þessum pakka því við fengum styrk og sprotasjóði til þess að fara í þetta verkefni með þeim. Og inn í því verkefni var sem sagt að þá fengum við fræðslu stærðfræðikennslu yngri barna og ekki bara það heldur fengum við líka tækifæri til þess að búa til alls konar stærðfræði verkefni sem við notum svo bara í hópastarfi, við matarborðið, í fataherberginu, valinu, frjálsaleiknum, útivistinni og þá erum við svo meðvitaðir að þetta alls staðar. Og krakkarnir eru fljótir væntanlega að tileinka sér allt þetta? Krakkarnir eru svo svampar og þau eru miklu klárari en við. Þannig að þau eru rosalega snögg að tileinka sér þetta. Hvað það sem þið gerið í iPadinum? Það svona leikur. Það eru nokkrir kubbar og það ein
það eru myndir og maður á að raða kubbanum eins og myndin segir. En getur það ekki verið svolítið erfitt? En þú ert orðinn góður í þessu. En hverju á þetta að skila sér það? Þetta á í rauninni að skila því að við verðum meðvitaðir stærðfræðina því að við erum búin að leggja mikla áherslu á læsi sem gott og vel og við verðum að hafa þetta með læsinu og gerum það og þetta svo samþætt og þá náttúrulega líka svo mikilvægt fyrir okkur bara í lífinu að vera svolítið meðvituð stærðfræðina því að þetta þetta svo miklu meira heldur en eins og ég sagði áðan plus mínus deiling. Og þá skilar þetta til þeirra að þau eru þetta bara meðvitaðir form, hugtök, að því þetta kemur inn í allstaðar. En foreldrarnir, hvernig taka þeir þessu? Við höfum bara heyrt ánægju hjá foreldrum. Þeir eru svo sem ekkert margir tjáð sig við okkur annað en að þetta sé bara mjög skemmtilegt og gaman að sjá og svo auðvitað heyrum við líka að börnin eru farin að nota stærðfræði hugtökin heima fyrir líka að því að við erum auðvitað að nota þau meira að því við erum meðvitaðir þetta að því að þetta hefur vaxið að því við veitum því athygli. Þið eru núna þá á öðru ári í þessu verkefni, hvað með þá framtíðina? Sko, það var verið sem sagt að klára að gefa út þessa lista sem að heita Míó, þetta eru svona matslistar, þetta bók sem að fylgir og hvert barn fær svo sinn matslista og það fyllt út í svona skífu og það sem að við náttúrulega vonumst til að þegar að lengra liðið, það náttúrulega bara búið 1 ár og þá vorum við að prufukera listana og við gerðum nokkrar athugasemdir sem að þýðendur tóku tillit til og breyttu aðeins og staðfærði í rauninni eins og við getum sagt bara yfir á Ísland og fyrir vikið að þá þetta náttúrulega ekki komin svo mikinn samaburðar sem við getum sagt að þetta skili þessu eða hinu annað en því að við erum meðvitaðri og við erum meðvitaðir að nota stærðfræðihugtökin og við vitum að stærðfræðin svo miklu víðari heldur en það sem maður kannski hélt í upphafi. En þegar þú ert að segja öðrum leikskólum frá þessu verkefni, verður vör við áhuga annarra leikskóla? Já, mjög og við höfum fengið símtöl sko á fleiri stöðum á landinu sem að hafa heyrt af þessu og muni gjarnan vilja fá að fræðast meira þetta og þær eru núna Þóra Rósa, Dóra og Jóhanna þær eru búnar sem sagt að gera Facebook síðu sem heitir Míó stærðfræðiskimun og þar hægt að nálgast þetta efni líka og þetta svolítið sniðugt hvernig þetta sett upp því að þú kaupir grunnpakkan og í grunnpakkanum fylgir sem sagt fyrirlesurinn. Þannig að þegar ég fæ nýtt starfsfólk til mín sem að misti af kennslinu og fræðslinu sem við fengum þegar við byrjuðum, að þá get ég bara beðið viðkomandi að horfa á þessa fyrirlestra sem eru bara, sem að fylgja inn í þessu pakka sem eru bara ákveðnu vefslóð. Þannig að skólinn græður svo á því eiga til því þú getur alltaf haldið nýju starfsfólki, eða semst haldið okkur við og komið nýju starfsfólki auðvitað inn í það sem við erum að vinna með. Það eru væntingar sem að þú gerðir í upphafi þetta verkefni. Stendur þetta verkefni undir þeim væntingum? Ég fer langt fram úr væntingum í rauninni að því að þetta svo skemmtilegt og þetta svo óbúslega fjölbreytt og verkefnin eru svo gríðarlega mörg og sjá útfærsluna vegna þess að kennarahópurinn hérna sem að vinnur og þetta bara svo ótrúlega snillingar í að finna skemmtilega lausnir og búa til verkefni að mér finnst ég bara vera ofsalega forréttindar pæja að vinna með þeim. Nú ætlum við að hlusta á Daniel. B14, Bjarni 14. Gunnar. Good. 5 og 3. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.